Jæja, en að D-vítamíninu. Já, það leitin að því. Við heyrðum í gær í Vilhjálmi Ara Arasyni, lækni sem að benti á skortinn á D-vítamíni. Þegar við erum komið svona norðarlega þá fer að skorta D-vítamín sem við fáum að miklu leyti úr sólinni. Steinar B. Aðarbjörnsson, Matís er okkar sérfræðingur í næringafræðum. Er þetta svo víða að finna í svona þessum matvælum sem maður umgengst og neytir daglega? Nei, það er einmitt tilfellega. Það er eins og staðan orðin hjá okkur Íslendingum núna með minni fiskneyslu. D-vítamín er aðalega að finna svona mestu leyti í okkar vestræna mataræði að finna í fituríkum fiski og eins og við vitum nú öll að þá hefur fiskneysla farið niður á við undanfarin ár og áratugi, þannig að við búum ekkert sérstaklega vel hvað D-vítamín ræðist. D-vítamín er að vísu í fiski sem við erum þó að neyta og það er vonandi að við Íslendingar förum að taka okkur svolítið tak með fiskneysluna því að það er ekki bara þessar góðu fitusýrur sem er í fiski og þá erum við til dæmis að tala um laxinn og bleikina og makríl og loðnu og gullið úr hafinu, síldina. Heldur eru líka náttúrulega góð prótein í fiskinu sem við þurfum öll á að halda líka. Hvað með grænmeti og ávexti? Er D-vítamín að finna þar? Nei, það er í raun og veru í þessum flokkun sem ég var að nefna áðan í einhverju magni. Að öðru leyti er það bara ekki. Margir redda sér þó fyrir hot til dæmis með lýsisneyslu og maður verður að segja að alltaf er fiskurinn betri en ef að fólki er ekki að neyta fisks, að þá er þetta laust sem er skoðunarverð. Hvað með eggið? Já, það er D-vítamín í eggjarauðinni, þannig að það er hluti getur verið hluti af góðu mataræði sem að gefur okkur D-vítamín líka. En er þá ekki komið þegar við talum stöldrum aðeins við eggið, eggjarauðina, er það ekki bara bunki af kólesteróli? Jú, þetta er eins og við erum búin að tala um Jú, algjörlega, eins og við tölum nú fyrir ekki svo löngu í þættinum að þá hefur eggið legið alltaf undir rangri sök. Jú, það er feitt, eggjarauðan er feitt, en hún er bara þannig samansett að hún hefur engin slæm áhrif á heilsuna nema að sé eitthvað vandamál fyrir, þá er hugsanlegt að fólk fyrir að vara sig. En kólesteróli í eggjum og bara kólesteróli í fæði almennt séð hefur ekki nánast engin, allavega mjög lítil áhrif á kólesteróli í blóði. Það er aðeinslega þessar mettuðu fitusýru sem við erum að fá úr öðrum matvælum sem að hafa áhrif á það. En mér langar að nefna varðandi D-vítamíni. D-vítamíni sem slíkt er ekki, þar að segja, vítamínskorturinn þannig séð, hann er ekki beint eitt sér vandamáli. Heldur er það í raun og veru beinfinning og beinkröm sem við erum að fá fréttir á Íslandi í fyrsta skipti í 20 ára. Og það er kalkið, þegar við vinnum kalki úr fæðunni, þá þurfum við svo mikið á D-vítamín að halda og ef það er ekki mikið af því í fæðunni, þá getum við hreinlega ekki nýtt kalki sem er þó í matnum sem við erum að borða, því miður. Þannig að það þarf að setja fiskinn aftur á matseðilinn? Já, þó fyrr hefur verið. Já, og jafnvel oft í viku? Já, ég menna það almenna ráðleggingar eru svona, minnst að það er 2-3 viku, ég held að það sé að lágmarki og þess ber að geta að D-vítamín ráðlagður dagskammtur á Íslandi það er verið að skoða hækkun á þessu ráðlagða dagskammtur og ekki bara á Íslandi heldur alls staðar í heiminum. Menn hafa í gegnum tíðina svona svolítið varast D-vítamín eins og A-vítamín en það varast A-vítamínið í dag og ennþá alveg rétt á sér þegar það getur verið mjög skaðlegt sérstaklega fyrir fóstur ef að konur eru að taka það í umframmagni en D-vítamínið á alveg rétt á sér og í meira magni heldur við höfum í raun og veru þorað að segja til undanfarin ár og áratugi þannig að já alveg bara fiskurinn hann á náttúrulega að vera miklu oftar á borðum heldur en hann er núna og við til dæmis, það er svo margt hægt að gera til dæmis, ég verð nú að viðurkenna það, sjálfur er ég ekki dósa mikill fiskimaður en ég redda mér þá fyrir hot með því að fara og kaupa einhverja fiskrétti, ég fer til dæmis oft niður í fylgifiska og fæ mig fisk þar og þá er búið að marineran eitthvað, þannig að það er engin afsökun að borða ekki fisk af því að maður fekk hann alltaf stappaðan með kartöflum hérna fyrir 20 árum og þurfti að klára hann annars var maður húsgammaður En er hægt að elda fiskin þannig að D-vítamíni bara einfallega fari úr honum eða er hægt að skemma fiskin þannig að Nei, það er nú reyndar
sko ef þú náttúrulega eldana þannig að hann lítur illa út og er allur orðinn svartur eða brendur eða eitthvað slíkt, þá náttúrulega ertu búin að minnka magnið af þessu efni í honum, en ef þú ert til dæmis bara að sjóðan eða grillan eða eitthvað slíkt, þá ert að halda langmestu af því sem er í honum upphaflega. Það er auðvitað alltaf einhver rýrnun af öllum þessu vítamínasteinum eða langflestum í matarinu þau eldum, það er mjög lítið. Þannig við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því. En eins og ég sagði að þeir sem er ekki mikið fyrir fisk, þá er alltaf hægt að retta sér fyrir hot til dæmis með öðrum vörum eins og til dæmis lýsinu, en mann alltaf mæla alltaf með því að fólk fái bara þennan hefðbundna mat á diskinn sinn og nái sér í alla sína næringu þannig. Það er alltaf farsælast. En svona rétt í lokin, Steinar, það er á að halda ráðstefnu þetta vítamín. Það eru menn svo margir sammála það að það þurfi endilega að vera til í nægu magni. Já, það er nefnilega akkurat ráðstefna sem að Matís styrkir, sem er núna 21. október út á gömlu Hótel Loftleiðum, byrja klukkan 8:30 morguninn, og það er einmitt verið að bara velta upp öllum þeim hliðum málsins sem eru á D-vitamíninu, og jú, eins og þeir nefndu í upphafi, þá spila sólarljósi stórt hlutverk, og sólarljósi breytir kólesteróli í húðinni yfir í D-vitamin, þannig að við fáum talsvert af D-vitamini þannig, en við erum nú heppin í dag, það er ágætis veður, og ef við látum sólina í dag skína á bera húðina, þá búum við til eitthvað D-vitamin, en svona þegar við erum komið fram í veturinn, þá er lítið að því, þannig að það þarf að velta upp öllum steinum til að skoða hvað er þetta að gera til að auka D-vitamin neyslu Íslendinga. Steinar Bjarnason hjá Matís, kærar þakkir fyrir þetta. Takk.